stór þáttur í daglegu lífi, það var þessi trillútgerð í bænum, sko. Það voru kannski 10-15 trillur, sko, sem voru í atvinnugangi, sérstaklega á haustin og sumrin auðvitað. Það var alveg, sko, heilu vertíð bara á haustin, sko, á þessum trillum, sko. Það var róið bara hverjum einasta degi, sko, ef var veður. Þetta náttúrulega bær sem byggir allt á sjávarfangi og búin að gera lengi og þetta sveitarfélag og ýmislegt hefur nú gerst þarna í gegnum tíðina. Þetta heimur sem horfinn núna, þessir trillútgerð í þeirri mynd sem var í gamla daga, sko. En þetta var náttúrulega bara samfélagi í samfélaginu. En þeir voru ófáir sem fóru út, laumuðust út eftir kvöldmati þegar húsmóðurinn voru að taka borðin og átti að fara að vaska upp. Þá hvarf húsbóndinn og labbaði niður í skúra. Þar var setið, eða gengið á milli skúra og alltaf var einhver í skúrunum, eitthvað var að gerast. Og þarna sátu karlarnir fram á kvöld og ræddu málið. Í skúrunum þar lærði ég ýmsa speki sem ég bý að meðan ég dansa hér á þessari jörðu, það er alveg á hreinu. Það voru miklir snillingar og skemmtilegir menn sem þarna voru, sko. Og ef einhver var leiðilegur þá var hann bara gerður skemmtilegur. Það var svo einfalt mál. Hann komst ekkert upp með það mjög lengi, sko. Þó maður hafi náttúrulega ekki verið orðinn gamall þarna, sko, þá var maður svo mikið út að sjó að maður eiginlega svona fylgdist ekki naugið með, sko, svona daglegu lífi. Sem ungur strák þá fannst mér þetta allt saman gamlir kallar. Þeir voru kannski verið svona 30-40, þeir sem elsti voru. En fyrir mér voru þetta ákaflega gamlir menn og tók í bæði nefið og vörina, sem ég náttúrulega var að gera líka til þess að verða fullorðinn. Og það stundaði ég mjög lengi. Svona fram undir 10 ára aldur. Þá hætti ég. Það ekki vörinn allavega.
allavega man ég það Hafþór sem var smíðar hjá KEA og Valur, hann var smíðar hjá Kristjáni Nóa. Já, sko, lengi var ekki teikna nema miðband í þessu eikabáta og síðan var bara smíðað út frá því. Seinna var þetta náttúrulega teikna miklu nákvæmar. Nú það var nú sagt Nóa gamla að hann hefði nú rissað þetta með priki í snjói. En ég veit náttúrulega ekki það, en svo mikið veit ég hann tálkaði sína báta til. Hann bjó til módel af mörgum bátum og smíðaði eftir því. En allavega hann teiknaði þá ekki því að bátasmiðir Gull og Trausti sem Gullur og Trausti ráku. Þegar þeir byrjuðu þá fóruðu til Nóa báðan að hvað það geti ekki lánað teikningu af lítilli trillu. Þeir ætlaðu að smíða sér svona ganni sínu. Og Nói sagðist enga teikningu eiga en benti svona kollin á sér og sagði þær eru alla hérna strákar. Eins og þetta var nú á þessum árum að bæði í trillunum og það voru kannski engu dýptarmælar og engin tæki til staðsetningartæki hérna. Kompásinn, þeir voru aldrei réttir af á þessum árum. Þetta var yfirleitt í litlum kassa, og þetta var við þóttun og það var verið að kíkja á þetta þar. Þetta var ekkert fast inn í stýrishúsi eða neitt á þessum árum. Svona til þess að segja hvernig þetta var að þegar við fórum austur á Gjárahrygg í þoku, þá fórum við eftir norðaustri, eftir kompásnum, en heim fórum við eftir norðvestri. Það var bara hyggjuviti sem hann stjórnaði á þessum árum aðalega. Íslendingar voru sjálfum sem nógir með fjarskiptabúnað í skipum með hvað við vorum lítil þjóð og út í Ballarhafi og lítið svona aðdrætti í sambandi við íhluti. Þá voru menn að nota svona almenna íhluti og allar talstöðar á þeim tíma voru byggðar upp úr svipuðum komponentum eða íhlutum eins og var í útvarpstækjum. En svo var vandamáli með að stilla út sendin. Þetta var svo fábrotin tækni miðað við það sem við þekkjum í dag að loftnetið hafði gífurlega mikið áhrif, rakastigið, bleita og ýmislegt sem jafnvel fita í loftinu sem var nú kannski ekki á bátum nema bara þá frá pústinu. Hún breytti loftnetinu. Út á þetta þurftu menn að stilla þessa mæla og reyna að fá allt þetta rétt áður en byrjuðu að tala. Það gat tekið langan tíma að vinna í öllum þessum möguleikum og ég tala ekki í brjáluðu veðri, þá var þetta oft erfitt og þar af leiðandi kannski heyrðist í liðum jafnvel ekki neitt. Já, allir við hefum ekki ætlað að fara á sjóinn klukkan 12, eitthvað svoleiðis. Ég ætla að kemur út eftir klukkan 12 og þá er Addi ekki kominn og ég fer upp yfir og vek hann og kem svo niður til Straxandar og þá mæti ég Gunnari heitum á bryggjunni. Ég segi, hvað eru þið ekki farnir, segi ég. Nei. Heldur að Sigvaldi hafi ekki gleymt tönnunum sínum heima. Þá þurfti að sækja þá. Og þá var hann einmitt nýbúinn að hlusta á veðurspána. Því hann var með útvarpsnóttin um borð og sagði mér þetta að ég spurði hvernig var veðurspáin. Já, það er bara þetta sama, suðvestan gola bara og blíður í. Það var orðið myrkur þegar maður var farið alveg í blíðu veðri eins og best getur verið og þetta var sem fyrsti línuróðurinn. Deginum áður en að slysið varð, þá vorum við fengnir til þess að fara til Siglufjarðar með til dæmis Sigur Sigurðsson, íþróttafréttara og Ólafs útvarpsins og fleiri sem þarna átti að vera frá Ríkisútvarpinu.
En þarna átti að fara fram skíðamót Íslands. Við fórum tilbaka þarna kvöldið eftir og það var orðið dimmt. En veðrið var svo tært og blítt og mikið logn að þegar við vorum komin hérna inn með ströndinni þá sáum við smábátana vera að fara út til veiða og það var svo bjart og þögult að það speglaðist ljósin á bátunum bara í sjónum. Það var sem sagt eins og spegill. Lognið var svo mikið. En það var nú öðruvísi daginn eftir. Við skulum hverfa 50 ára aftur í tímann. Óveðrið sem gekk yfir landið 9. apríl kom frá Norður-Grænlandi og breytist suður og austur yfir landið. Það gekk hratt yfir. Það voru svo mikil hitaskil að undir kvöld var enn 8 stiga hiti í Álftafirði fyrir sunnan en 10 stiga frost á Vestfjörðum á sama tíma. Óveðrið skall mjög snöggt yfir. Klukkan 9 morgunin var blíðskaparveður land allt, logn og gott veður. 3 tímum síðar var hríðarveggurinn kominn suður yfir Vestfirði. Veðurhæðin fór allt upp í 11 vindstig og frost niður í 11 stig á Vestfjörðum. Það fylgdi þessu dimmu hríðarbylur og mikill snjór. Aðalbjörg Jóhannsdóttir hér á Dalvík, alla í Sogni, hélt dagbækur sem eru mjög merkilegar heimildir líf hennar og starf og Dalvíkinga og Dalvík. Ég ætla að lesa hérna dagbókarfærslu Öllu frá 9. apríl 1963. Blómapottarnir sem ég sáði í gærkvöld standa á eldhúsborðinu. Ég tek þá og þurrka og fer með þá inn í stofuglugga. Mamma hefur hitað morgunkaffið og við gefum okkur góðan tíma. Hún segir að það hafi farið gikt í sig í nótt og gæti trúað að veðrið versnaði eitthvað. Úti er kyrrt, ég gengi hægðum mínum út gamla túnið. Allþungur sjávarniður berst að eyrum mínu frá fjallshlíðinni. Ætlar veðrið að versna? Er það rétt hjá mömmu? Sjórinn er sléttur. Ég hef glemt hljóðinu sem fjallshlíðin endurvarpaði. Ég geng inn í búðina og að vinnu minni. Það gengur allt sinn vanagang fyrsta klukkutíman. Fólk kemur og það fer. Þar sem ég stend við búðarborðið blasir höfnin og bryggjan við, en ég sé ekki til hafs. Ekkert sérstakt vekur athygli mína. Jú, þarna koma gárur á sjóinn á svolitlum bletti og annar gárublettur. Kona kemur fyrir húshornið með mjólkurbrúsa og vindkviða feykir lokin af brúsanum. Jafnvel í logni er hvasst fyrir þetta húshorn. Dökku gárublettunum fjölgar og skyndilega verður sjórinn allur dökkur. Það stendur stutt og hann fer að hnyklast til og hvítir öldutoppar rísa hver af öðrum. Ég renni augunum höfnina og bryggjuna. Sjórinn er skyndilega orðinn ólgandi brillögur. Augu mín opnast til umhverfinu og sinnuleysis-dvali vanans rýkur út í veður og vind. Enginn bátur við bryggjuna. Einn kemur inn í höfnina, annar rétt á eftir. Snjóvél skellur yfir, við hættum að sjá til hafnarinnar. Hættum að sjá út gluggann, menn koma inn, hafa hátt, tala báta, tala veðurspá. Við hlustum á veðrið klukkan 10 og veðurlýsinguna sko. Þangað til að var búið að lesa Grímsey, þá slökktum við og þetta var bara lítið ferðaútvarp sem við vorum með. En málið var það að þegar við vorum búin að lesa hringinn sko allan, þá kom aðvörun frá veðurstofunni
á horni. Þá var komið sko snarvitlaust veður þar en við heyrðum þetta ekki. Við vorum búin að slökkva á skeytunum eins og sagt var. Það var að tala um að taka skeytin, veðurhregnunar. Það gat ekki orðið betra veður hann morgunin. En pabbi vildi hlusta á veðurspána. Þá að veðrið væri svona gott. Og þegar að hann sagði að í veðurspáni að lægðin væri yfir Vestfjörðum og gengi suður eftir og spáði náttúrulega mjög vondu veðri, að þá hættum við að fara á sjó. Og það voru til lánsins að þá voru hérna bátar sem voru að róa með línu. En þeir fengu enga beitu frá Akureyri til þess að geta beitt og þess vegna voru þeir í landi. Það var svo gott veður morguninn. Þegar við byrjuðum að draga, ég fór ekki í lopahauðsuna, ég fór úr lopahauðsunni og hafði svo aldrei tíma til að fara í hann aftur. Það byrjaði snemmi morguninn að draga og var bara gert í blíðu veðri framan af. Og hérna, svo fer maður að sjá svona smá vindkisur sem maður kallaði á sjónum, svona aðeins, sem var nú sára lítið alveg. Og stuttu seinna þá sá maður dálítið dökkan bakka í norðrinu og fór að heyra einhvern veðurkvín. Og maður bara sá svona, kom svona eins og vindkvíða svona yfir sjóinn. Og svo logn aftur. Og svo bara eftir 10-15 mínútur, þá bara kom veggurinn sko. Það er hvolfsvört ský að koma svona upp og yfir. Já, maður er sennilega hálfan annan tíma inn í Hrísey. Og þá var ekkert að veðri, en ljótur til hafsins. Svo ég drýmið strax tilbaka, leið, og þegar á bakaleið þá er að byrja að kula, en allt í lagi. Svo skipti engum tókum, bara til smá stund brast hann á, bara eins og byssuskot alveg, bara snarvitlaust veður. Og við heldum áfram að draga náttúrulega, þá allavega var slitið og hérna, við fundum svo aftur bólið og heldum áfram að draga. Og það versnaði veðrið var komið bara á nokkrum mínútum algjörlega brjálað veður. Sást ekki út úr augunum og hávaða rok og blindbylur. Við vorum með net, vorum með þetta út á rifinu, út í Kverk sem kallað er. Þetta skeiði bara, þetta brast bara á alveg og bara á innan við hálftíma bara komið snarvitlaust veður. Og því kemur undir Sauðanesið að ná því landi ef að dimmdi. Þá kemur fyrsta gussan og hríðar skratti. Og ég man að ég var að afgreiða bíl með olíu og það var indælis veður, bara allt í þessu góða og ég dældi á bílinn og svo breyti ég pokann yfir tankinn eins og við gerðum alltaf til að verja hann fyrir snjónum. Ekki það að ég byggist við neinum látum í veðrinu, það var langt frá því, það bara hvarflaði ekki að mér. Svo gekk ég bara í róleitum inn á verkstæðið og fór að skrifa olíunótuna og það var bara á púlti þarna við gluggann sem var rétt við dyrnar þegar maður kom inn. Og þegar ég er búinn að setja fyrstu stafina í bókina þá bara er eins og
eitthvað skelfilegt gerist. Það var bara þvílíkur háað og gauragangur og lékalt á reiði skelfi að manni fannst. Ég leit náttúrulega upp og þá bara sá maður ekki í tankan hinum megin. Það var veðri skollið á, það var eins og hendi veifa. Það var svakalegt. Það er komin stórhríð. Tími líður, menn komin snjóir og veðurbytnir, nokkrir til að versla, aðrir kannski til að bara tala saman, alvarlegir og hljóðir. Það koma fréttir á talstöðum að heyrst hafi eða flest hafi á þeim bátum sem ekki eru komnir á landi. Það léttir yfir í bili en hættan er ekki liðin hjá meðan ekki er náð landi. En hérna svo er náttúrulega farið að reyna að fara sér í land og þá er klukkan, ég man ekki hvað klukkan var, þetta var eitthvað rétt fyrir hádegi sennilega og svo er keyrt af stað bara rétt svona hægustu ferð, slóg ferð. Það ýtti nú vel á eftir rokið og svo var komið að var haldið svona farið að nálgast Gjögrana eftir dálítinn tíma og það sást nú aldrei land, sko, ekki neitt land. Og dýptarmælirinn sýndi ekki vel sko út af lofti undir bátnum og það var náttúrulega engin tæki þarna nema bara dýptarmælir og kompás. Svo heldum við olíu í sjóinn sko. Já, dálítið stóran dunkan og Já. það hafði dálítið mikið áhrif. Og hérna, já, mest alla leiðina þá fórum við bara rétt á saman kúpluðu sko, hérna með vélina. Einstaka sinnum þurfti maður að bæta í til þess að léti að stjórn sko, en annars var bara verið á saman kúpluðu alla leiðina. Ég tók bara hring á trossinu og lét bara lensa þetta bát og þegar ég tók hringinn þá var svona færingur rúlla upp á stýrisunni milli landhættanna og svona seglpjalla sem hann notið sem yfirbreiðslu. Það fór allt í hafið þegar ég sneri undan sko. Eftir stutta stund þá kemur það stór bára aftanundir og hann rangast pínu og tek á móti og taumur er slitnar. Og ekki séns að gera það, hann var bakvörðsmegin því að vindurinn var leið upp. Svo ég snarast út og aftur fyrir og stýrisþarmið var upp úr frá sveiðin. Og stýrði bara með löppinni. Og þá hugsa ég sé nú ekki öruggur þarna, ég hef lent á Grund. Því að fyrir nokkrum árum þá fúst þarna smá trilla utan við Njarðvík. Og 2 menn á. Það sé best að reyna að komast undir Hrísey. En ég má ekki taka það neitt á bóginn. Ég verð að halda beint upp í. Eins beint og hægt er. Ekki að hallast út af því. Og klæðnan úlpa og ekkert annað. Mennirnir á verkstæðinu þeir voru náttúrulega komu inn á lager og þar var haldin hálfgerð ráðstefna, menn fóru að ræða það hvað ætti að gera og það var allir settir í einhvers konar viðbragðsstöðu og það var greinilegt að margir sem voru þarna hjá okkur gegndu einhverjum hlutverkum í björgunarsveit eða öðru slíku og settu svona upp einhverja mynd af því hvernig þeir ættu nú að bregðast við. Þeir vissu allir að það voru margir á sjó. Það var fumlaust alveg farið í það að hringja og hafa sambönd og
og ræða við menn og skipuleggja einhverja hluti og fljótlega sá maður svona eitthvað fara að gerast. Ég man það að ég var sendur strax út í svo kallað járnahús vegna þess að við vorum með stóra ljósavél og það var alltaf fyrsta hugsunin þegar að gerðist eitthvað í veðri, það var að passa það að væri nóg olía á vélinni, þannig að væri hægt að keyra hana langtímum saman því að ef að rafmagnið fór af, þá var þetta eini staðurinn sem hafði alltaf rafmagn. Ég var búinn að vinna á síldarradíóinu, en það sem gert var á haustin þá breyttist radíóið í bílaradíó fyrir mjólkurflutningana og það þýddi það að kristallar sem tilheyrðu bátæbylgjum öðru slíku að þeim var skipt út fyrir landstöðvar og ef ég man rétt þá voru þeir geymdir þessi kristallar hjá Pósti og Síma. Og það náttúrulega var svona fljótlega að fara að huga því að reyna að hafa samband og nýta stöðvarna sem í þessu tilfelli, þessar talstöð og þá voru sendir menn í það að koma því í gang og síðan aðra talstöðu sem voru þarna tiltækar til að reyna að fá upplýsingar hvað var að gerast. Já, sko, tilur þessi ástæðan fyrir því að við vorum þarna á þessum slóðum var að við vorum sendir af Vestfjarðamiðum til þess að athuga merki eftir jarðskjálfta sem voru í Skagafirði. Það var blanka hvítalogn. Sjórinn var alveg bara eins og heiðatjörn. Það örlaði ekki á báru. Það hvessti bara á 1-2 tímum upp í það að vera í 8-9 vindstig og sjórinn var svo ruddalegur og þessu fylgdi blind hríð, bara skilur svo stikki út augum. Ég var þarna morgun náttúrulega að fylgjast með bátum á svæðinu, eðlilega í talstöðinni, þeir voru að melda sér sín á milli og maður gerði það oft að fylgjast með hvernig þetta, hvað væri að vera á slóðinni og það voru 4 bátar og 2 þeirra sögðu sem sagt, ég er búinn að skera á línuna og alltaf haldi í land, mér líst ekkit á þetta. En 2 sögðu ég ætla nú að klára að draga. Það herðir á veðrinu. Klukkan er 12:30. Ég finn gamlan trefil og hnýt höfuðið og finn sokkalista í ruslakassanum. Það hlýtur að duga undan veðrinu þennan stutta spöl. Maturinn til hjá mömmu og útvarpið er á. Það eru stöðugt lesnar tilkynningar og beðið aðstoð fyrir báta. Og veðurspáin, já veðrið er skollið á fyrir 2 tímum. Esjan var aðalskipið í okkar huga því að hún var að koma frá Húsavík og hún var að fara slóðina sem að við vissum að bátar voru sem hefðu farið austur fyrir Gjögrana. Og þegar við erum konið vel í gennum Flateyjarsundið, þá er komið bara blind bylur. Ef við sjáum bát í mynni Hvalvatnsfjarðar og þá er komið svolítið sjór og veðrið fyrir versnandi og við siglum að bátnum og spyrjum hvort hann vilji fá aðstoð. Og hann þykkuð það en sagðist ekki vilja koma um borð, heldur fá fylgd með okkur fyrir Gjögrana. Og fljótlega fréttist af því að til dæmis að Esjan var komin þar sem að Valurinn var og það var talað það í talstöðar að þeir myndu reyna að halda Valum til hlés við skipið og reyna að koma honum þannig inn í skjól. Svo förum við að taka þátt í þessu og höldum hann austur í Eyjafjarðarálinn og þá fylgdust við með náttúrulega heyrðum í Esjunni og því. En á þessari leið, þegar við erum þarna snúast í þessu, man nú ekki klukkan hvað það var trúlega verið bara upp úr hádeginu, að þá er sjólagið orðið þannig að það kemur þessi roknan hnútur á þetta gamla góða skip Ægi, á kinnunginn á honum, bakborðskinnunginn, og við það þá fer glóðin í sendilampanum við þetta högg og við það verðum við bókstaflega radarlausir nema með þennan gamla Korsór-radar sem notaði til vara og við sáum kannski 2-3 mílur frá skipinu en þetta hamlaði mjög okkar
sko getu til þess að vera í þessu alefli. En auðvitað héldum við áfram og það var að vera miða skip og aðstáða og gera allt sem gera þurfti. Og höggið svo svakalegt að ég satt inn í loftskeytaklefa og ég hafði, það var bara á sekúndubroti þá ég komið þvert yfir klefan og yfir á bekkinn og kastast þar upp á vegg. Þetta er alltaf undarlegt að sitja hérna borð í þessum bát sem að lék nú töluvert hlutverk í þessum skelfilega degi. Þetta skip, eftir að talstöðarsamband var komið á, þá var mikið að vera í sambandi við Önnu. Hún var út við Grímsey þegar að veðrið skall á, hvort hún var norðan við Grímseyna eða einhvers staðar að þessum slóðum. Og veðrið var náttúrulega með þvílíkum látum að ótrúlegt. Þeir hérna voru í þeirri stöðu að hafa verið að reyna að miða það út til þess að gefa þeim upp hvar þeir væri í rauninni staddir. Og þarna var eitt af varðskipunum komið og reyndi að sinna því hlutverki að miða það út að það voru fleiri að gefa stefnur eftir því sem þeim þóttu trúlegt. Þegar þetta fór nú svona að skýrast hverjir væru og hverjir hérna á svæðinu og hvað þetta voru mörg skip eða margir bátar og svo þegar að þeir gátum látið heyra frá sér voru sem betur fyrir nú talstöðvana í lagi, þannig að þá gátum við farið að miða skipin og þá var náttúrulega notað þetta gamla góða að krossmiða, þannig að við tókum miðun og Björgvin, tógarinn ykkar, hann tók miðun og svo var Dalvík líka í dæminu, altså skúrinn þar með tækin og þannig að þarna var hægt svona nokkurn veginn að segja Önnu hvar hún væri og ég man á einum tímapunkti þá var annarkot skipið þá var honum sagt að fara alls ekki nær landi þar sem hann væri og hann væri komið þarna og þetta passaði bara allt saman mjög vel þegar að sko mennirnir fóru svo að sjá til lands eða sem sagt fóru að rofa þannig til að þeir gætu komið sér endanlega sko í varið. Og það var nú svo skrítið að það gerðist nú bara eiginlega á síðustu stundu að það bjargaðist með þennan bát, það skildi ekki fara upp í land. Því að þeir trúðu ekki sjálfur, var greinilegt. Skipsmenn að þeir væri komin svona nær í landi. En það reyndist nú þannig og þeir sáu svo bara upp í bjargið og gátu stýrt sér frá landi og forðast boða og heim komust þeir heilir og höldu. Það gekk ágætlega svona alveg innundir sauðana sko. Þá fóru vera svona svolítið krappkvik sko. Ég veit alltaf að bakka upp í sko. Trillan var svo þess að hún settist bara í kvikunu og hljóp bara með henni sko. Og þá sé ég það þegar við ekkert upp á sig að fara að berja út fyrir Múla. Það sé bara villsa. Færi bara á Dalvík. Já, svo var þetta bara slagur sko, bara frá því 11 morgunin til 7 kvöldið þegar við komum inn í Hrísey. En veðrið þarna úti hefur náttúrulega verið orðið vitlaust og maður sér það og betur og betur af öllum frásögnum sem eftir komu að þetta hefur ekki verið neitt auðvelt fyrir menn að berjast þarna og það voru fleiri, þarna voru trillurnar eins og bæði Guðmundur og Gylfi voru á sinni trillu og börðust fyrir sínu lífi eins og Ræddi Jóns, Ingi Lárjá, þeir voru heppnir að því leyti til að þessi Ólafsfjarðarbátur sem var þarna, hann var á þessari slóð og var að fara þvert yfir, tók stefnu á Ólafsfjörð. Og á einhverju öldunni kom hann bara aftan að drengjunum á þessum opnu bátum sem voru bara í austri og reyna að halda þeim á floti og sérstaklega var það nú hjá Guðmundi og
og Gylfa því að og lánsamir voru þeir að þeim var bara kippt inn upp í bátinn og trillan látin fara því að enda var hún komin að því að sökkva. Síðan var eins með Inga og Ragga, þeim var kippt upp í bátinn líka og þeir björguðu skiptusamlega. Svo var við farnir að heyra í talstöðinni að hérna það er farið að óttast bát, þarna Hafþór. Ég heyrði það strax á mönnum að þeir töldu það bát sem þyldi nú sitt á hverju og hefði ýmsu lent og það var bara spurning það hvar hann lenti og hvenær hann kæmi. En því miður fór nú þannig að sá bátur fórst einhvers staðar trúlega, já kannski nærri Hrólfsgeri eða á þeirri leið inn og aðeins einn af mönnunum kom að landi eða lík hans. Og við verðum svona farið að gruna það að menn séu farnir að fara, bátarnir séu farnir að fara niður þarna og við náttúrulega verðum að segja að Darst Níels í huga að við erum að reyna að huga eftir þessum bátum sko. Við náttúrulega gátum ekkert gert, við höfum nóg með að reyna að bjarga sjálfum okkur sko. Þegar óhappið skeður þá stend ég á pappaflúðaganum og hann er komin svona aftur undir fjögurlestina og þá gengur skipstjórinn Tryggvi Blöndal inn í brú til að slá á stopp. Og hann er rétt búinn að því þegar hann hefur svona brot og það er, mér finnst það svo stórt að ég var að velta fyrir mig hvort að það myndi brjóta björgunarbátana aftanverðarskipinu. En Esjan hleypur undan brotinu og báturinn sogast inn í brotið og fylgir því alla leið upp á topp. Við sjáum detta úr bátnum og svo einn mann og svo þegar hann var komin alveg bara lóðrétt niður þá datt hann bara á mastoppana beint niður. Já, ég var á Siglufirði, landsmótinu og Jón Brúi var fararstjórinn og við byggum í sama húsi og svo var mótinu aflýst þennan dag og svo fara þess að þetta er að koma inn held ég upp úr hádeginu. Bandvettisveður og Jón Stefán hann heyrði þetta í beinni útsendingu þegar Valur komdi og Sigvaldi fór fyrir bort og þeir náðu honum á Esjunni. Svo beið hann á beið og við hlustuðum og þetta voru erfiðir tímar. En þetta skeði mjög snöggt vegna þess að heyri í talstöðinni að hann hafi óttið og maður náttúrulega sem var alltaf í stílum hefur farið í sjóinn og svo stutt seinna hann voru komin á hann. Og það var sko, skipið var stopp og þegar að þetta sést þá fer Tryggvi strax inn í brúna og setur á ferð og snýr skipinu hart í bakborða og við sjáum mann koma upp og fljóta. Báturinn hann kom augnablik upp aftur og seig svo niður. En maðurinn flýtur þarna og við getum náð hann inn á stjórnborðssíðuna og krækjum við með krókstjaka og við förum svona tveir út á fendanuna og náum að draga hana aðeins upp og svo eru sterkar hendur sem kippa hann upp fyrir. Og hann er farið með það strax inn og meiri sinna er blásið í að fyrst á lunningunni og svo fer hann inn og þernurnar og vélstjórinn tóku við honum. En við snúum þá beint í land. Það hefur verið svona
tvær mílur í land, eitthvað svoleiðis. Við fengum upprykkingu við Björn Elíasson sem var með voru bátnum það að Esjan biðji lækni á móti sér því það hafi farist bátur og annar maðurinn var komin um borð í Esjuna. Og það reynt að gera allt klárt og Daniel læknir hann vill fá súrefnisflösku hafa með og hún komin um borð og við bíðum bara eftir því að Daniel komi. Nú, en áður en hann kemur, þá kemur annar kall frá Esjunni og segir að þetta sé búið, það þurfi ekki lækni. Eins og ég segi, ég var þriðistímar og var á vaktinni 12 til 4. Þannig að ég var allan tíman uppi með að það var að ske og svo erum við 6-leytið þegar við komin inn fyrir Hólmsker og þá tekið við vakt aftur til 6:30 og þá erum við litið í radarinn og sé að það er svona truflanir og blindbylur og sé að það deyr ekki alveg út strax eitt ekkóið sem er framöndan og ég beygi 5 gráður í stjórnborðu, lappast út á Bróvæng og þegar ég kem út á Bróvængi þá skýst bátur með frá síðan á okkur. Ég slægi á stopp, skýrsturinn kemur strax upp og spyr hvað sé á seiði og ég segi nú það að það sé bátur hana og við snúum við og finnum bátinn strax og þá er þetta bátur frá Grenivík og við höfum hann fyrst förum svona hring í kringum hann meðan hann er að snúa og hann býður okkur að fylgja sér til Hríseyjar og við förum með til Hríseyjar og þegar við ætlum að gefa hann stefnu þegar við komum suður fyrir Hríseyjar ætlum við að gefa hann stefnu á bryggjuna en þá neitar hann að fara frá okkur fyrir hann sér bryggjuna þannig að við fylgjum hann alla leiðina á bryggju og svo þegar hann sá bryggjuna þá vinkaði hann í okkur og sagði eftir að orðin klár í þessu. Og þegar við komum, sáum land fyrst, sko, þá sáum við upp í Keflavíkina, það var skipbrotsmannaskýli þar, þannig að maður þekkti það, maður sáði rautt hús þarna. Þá þurftu að keyra frá það? Þá vorum við á grund, fannst okkur, keyrðum bara upp í vindinn og til þess að komast dýpra og þá hittum við bátinn úr Hríseyjar hérna Farsæl. Var það Farsæl? Já. Og Otur sem var stutt frá það. Og hann fylgdi okkur svo alla leið. Hann fylgdist með okkur alla leið inn í Hrísey. Ég fengi þessar fréttir bara strax þegar við komum í land í Hrísey sko að það væri búið að Hafþór væri týndur og Valur væri farinn og þeir væri búnir að yfirgefa tverrtrillu en þeir hefðu bjargað sko borð í Ármann og Ólafsfirði held ég. Heimir Kristins tók hann var skólastjóri í Hrísey. Hann tók okkur heim og þau hjónin. Já. Hann var kominn niður á bryggju þegar hann... Já. Þreif í axlinn þeirra mig, ég var svo styrður að ætlaði ekki að hafa upp bryggju. Við fengum svo fílað bara í hjónarúminu hjá þau. Já. Og alltaf ekki verið í fyrsta skipti sem ég smakkaði vín. Þegar við komum heim til hans þarna kvöldið sko, þá dreif hann í okkur Hvannarótar brennivíns snafs. Annar þeirra taumurinn var komið sundur hérna einhvers staðar við Bygghólinn sko. Það bjargaðist allt saman. Ég gat hangið í endanum. Svo er ég búinn að keyra.
Og þá er kuldinn farin að herja aldrei stíft á mann. Þetta það er bara að reyna að koma sér í land upp á Böggstaðasand. Og hætti þessu barsmíði og sníði honum undan og slæja vélni. En þá er svo skrítið, það kemur smá smuga sem að sé beint það sem báturinn horfir. Og þá stefni ég á 2 kleppi sem voru inn á Hálshöfða. Og þá er ég nú alveg hissa. Ég er komin svo nýlega, næstum ég komin inn úr Eyjasundinu. En ég nætti bara í huganum svona á stefnan að vera yfir á Dalvíkurhöfn. Vindurinn skal standa svona á augnabrúninu á mér. Þegar ég kom þar upp, sko, ég man ekkert klukka hvað það var, sko, en þá var þetta vitað með, þá var valurinn bara rétt farinn, sko. En þá var ekki vitað með Hafþór, sko. Svo kom þarna Sverrir Sveinbjörns kom hann rétt á eftir, sko, stuttu seinna, sko. Og reyndi að trilla á Ólafsfirði. Og svo heyri ég það að vélni byrja að ausa upp á sig. Þingkjölu kom að ná niður í sjó. Í því sé ég ljós á hafnagarðinum í Dalvík. Þegar við erum svona rétt við það að fara úr bátnum, ég held að beygja að ég verið komin upp á bryggju, þá sé ég einhverja þúst frammi í hafnarmenninu. Ég sé ekkert hvað það var. En eftir smá stund þá sé ég það að þetta er bátur, trillubátur. Og þá er maður komið það í hlé að hún drói vel upp í og náði henni. Enda var það fyrst að þeir komu og sóttu í hérna böndið niður að binda að komast inn í húsi og hita sér á djöfuspumpunni. Hann leggur svo þarna upp að bátnum hjá okkur og stoppar og hann er með vinstri hendina inn á leglóðþor eða litlu hjólið sem að og við hina hendin er hann aftur á stýrisvöginni og hann er ekki sjóklæddur, hann er bara í úlpu og ég fer að tala við hann og hann ansar engu. Svo ég fer og tek bönd þarna og bind bátinn bara við bátinn okkar og það er sama, ég reyni að tala við hann. Þangað til loksins að hann svarar mér og segir þetta er fínt horn. Hún að hæla bátnum. Og ég ætlaði svo að fara að dæla þarna, ég bjóst við að þarna væri mikið sjór í honum. Nei, það var það ekki. Það var ekki meir en bara það sem að gat búist við bara að vera að koma úr ferð. Og svo sé ég það að hann er fann að skjálfa og það gat náttúrulega ekki gengið lengi. Þannig að ég býð honum að koma heim. Og hann þáði það, hann þekkti mig á vísu og ég þekkti hann líka. Hann var úr Ólafsfirði. Og þó ég færi í heita sturtu hjá honum, það var andskotast bara að skjálfti í mér fram eftir kvöldi af helvítiskuldanum. Og mér minnir að það hafi verið ákavíti sem ég átti einhverstaðar í flösku og ég læt í hálft glas og sjóðandi vatn með og bið hann að hella þessu í sig bara eins og skott og hann gerði það
Síðan var hann bara háttaður, berháttaður þarna undir sæng. Og þegar hann vaknaði, þá leið hann bara vel. Við höldum svo inn til Akureyrar, mig minnir að við hefum komið eitthvað 8 leiti inn til Akureyrar. Og svo voru sjóbúin haldin fyrir miðnætti. Svo kom læknirinn til mín til að segja mér að þetta slysið og það og hann væri dáinn og hvort ég vildi ekki að hann gefi mér bara sprautu til þess að jafna mig. Ég sagði nei, ég er alltaf að vera vakandi, ég er að hugsa börnin mín. Ef við byrjum kannski bara á þessum svona barnsminningum, sko. Svona það sem stendur eftir að þeim brotum, sko. Þá man ég náttúrulega nokkuð vel eftir svona ýmsum minnbrotum með pappa. Það sem hann var að leika sér við mig sem bara lítinn strák, sko. Kasta hann upp í loftið og ég var að fylgjast með honum inn á klósett að pissa og svona. Þetta er svona minning sem það er svona minningar, svona brot, myndir sem að sitja eftir, sko. Og svo náttúrulega bara hverfur hann. Bæði misti þarna pappa og líka skólabróður mig að gamlan, Sólberg. Þegar að slísi verður þá náttúrulega ég bara barnungur, ég tæplega 4 ára og þar af leiðandi sér maður þetta náttúrulega á þeim tíma með augum 4 ára barns og áttar sig auðvitað ekkert á alvarleika málsins, hvað raunverulega hefur gerst. Það er ekki fyrir seinna sem að fyrir að hugsa hvað þetta raunverulega þýddi fyrir okkur og fyrir fjölskylduna og fyrir alla hina. Fyrsta minningin er náttúrulega veðrið sem skall á. Ég er þá að vinna í verslunni Höfn hjá Báru og Árna og ég fer í vinnuna í blíðu veðri og í kápu og götuskóm og bara, ég man veðrið eins og það var verið í gær, sko. Svo komst ég ekkert heim kvöldið. Ég gisti þar þessa örlagaríku nótt, sko, hjá þeim. Því veðrið var svo kolvitlaust. Ég á afmæli 4 dögum síðar og afmæli mitt ber oftast upp á páska eða einhvers staðar nálægt páskum. Skápurinn heima fylltist allt í einu af páskaeggjum. Allt í einu fékk ég 10 eða 15 páskaegg sem ég náttúrulega hafði aldrei gerst áður og gerðist líklega aldrei aftur, sko, en þetta var svona ein leið fólksins til þess að koma að þessu, gera sitt, reyna að gleðja hana. Það var bara eins og að færi dimmt ský yfir Dalvíkina, sko. Mér var svo mikið sorgin. Ég man þetta svo vel að því að ég var að vinna í búðinni í mann, hvað fannst það erfitt. Þegar voru að koma, ég er bara 19 ára og þegar það er að faðma mig konurnar og átta mig saman og ég var alltaf að fara inn að skæla, sko. En þetta er mér minnistæðast. Það eru ljósin austur á sandinum, á bílunum og allir bílarnir lýstu upp fjöruna til að leita. Tíma hugsaði þetta þannig að hugsanlega hefði þetta bara ekkert gerst, sko. Það er að segja að það væri svo möguleiki að pabbi væri einhvers staðar á lífi, sko. Af því að hann fannst aldrei. Og þannig að maður það bjó þessi smá litla von með manni í einhver tíma, einhver ára á eftir. Það myndi kannski bara koma aftur.
Í minningunni náttúrulega voru þetta alveg rosalegi dagar þarna á eftir og þegar var verið að leita ganga fjöruna og vita hvort að ræki á land og út að hóli og hvort að kæmi eitthvað þar upp og ég man að þetta var ógurlega mikill kvíði í öllum. Og þetta er náttúrulega bara allt sem gleymist aldrei sko. En mér fannst mamma svo dugleg sko, ég skildi það ekki. Hvað hún gat fyrir dugleg, hún var bara 36 ára. Pabbi var bara 43 þegar þetta gerist sko. Og ég elst af systkinunum, við vorum 4, Óli bara rúmlega ársgamall. En það var gömul kona sem gömul hjón sem mamma leigði í kjallaranum, mamma og pabbi leigðu kjallarann. Og hún sagði mér svo mörgum árum seinna að hún fór þangað niður til að gráta sko. Við sáum hann aldrei gráta. 12 börn, föðurlaus, eiginlega 13, því að það var 1 ófætt. Og hún 28 ára gömul með 3 börn. Ég tæplega 4 ára, Gunna tæplega 1 ára sko. Jóhann aðeins eldri. Og situr hérna eftir og þarf að takast á við þetta sko og gerir það náttúrulega jafn glæsilega hún hefur gert. Það er alveg ótrúlegt hvað hún hefur staðið sig með og allar þessar ekkjur svona með svona litla krakka, allan þennan hóp, 12 börn, allt svona litli krakkar, eiginlega allt saman litlir. Og ég þekkti alla þessa menn náttúrulega sem að fórust þarna 63. Og þetta voru eins og bræður mínir og feður allt, þessi strákar. Ég þekkti suma þeir náttúrulega mjög áverð, ég var búinn að vera á sjónveiðum sko. Tommi náttúrulega alveg svolítið stjörnu sjómaður sko. Og eins og Gunnar í Brúarlandi, þetta voru einu venjulegi kallar sko. En svo náttúrulega þessi menni eins og Óli og Tommi og þetta voru náttúrulega menni sem var búin að þekkja bara frá því að maður var Polli og Sigurvaldi og Gunnar bjuggu náttúrulega bara hérna hinum með við götuna í Brúarlandi. Og Sigurvaldi kenndi mér að spila Olsen. Þeir læruðu það út í Svíþjóð. Þeir var verið að smíða Bjarma og Hannes Hafstein. Þetta spil þekktist ekki á Dalvík sko. En hann kenndi okkur krökkunum þetta sko, Olsen. En þarna fóru menn sem eins og ég segi, voru mér mjög nákomnir og ég á mikið að þakka. Bý að ákveðnum hlutum sem að þeir kenndu mér meðan ég var í samferða og mér er oft hugsað til þeirra, alveg á hreinu. Andrúmsloftið á Dalvík sko, það var manni fannst sko einhvern veginn að það töluðu allir svo lágt, fannst manni. Það var eins og bara mannlífið væri bara lamaður. Já. Þekktu náttúrulega allir alla sko. Maður frétt af þessu að það leið svo langur tími sko, það var ekki til kvöldið við fengum að vita hverjir þetta hefði verið.
Það voru náttúrulega allir slegnir, hvort sem þetta var í þessum þetta var náttúrulega þannig að þetta tengdist mjög mörgum fjölskyldum og stórum hópi og í litlu samfélagi eins og var þá og þá náttúrulega snertir þetta hvern einasta mann. Við minnumst nú þeirra sjómanna sem létust þennan dag fyrir 50 árum. Við tendrum ljós og minnumst Gunnars Antons Stefánssonar. Við tendrum ljós og minnumst Sigvaldar Stefánssonar. Við tendrum ljós og minnumst Tómasar Péturssonar. Við tendrum ljós og minnumst Baldvins Bjarmas Baldvinssonar. Við tendrum ljós og minnumst Óla Arilíusar Jónssonar. Við tendrum ljós og minnumst Jóhanns Helgasonar. Við tendrum ljós og minnumst Sólbergs Jóhannessonar. Þess biðjum við í Jesú nafni og ég bið Guð að blessa alla aðstandendur þeirra, ættingja, vini og fjölskyldu. Í Jesú nafni. Amen.